Past simple og past continuous, einföld og samsett þátíð. Past simple, einföld þátíð. Reglulegar sagnir enda oftast á ed í þátíð. I worked in a department store some years ago. We invited them to our party, but they decided not to come. The police stopped me on my way home last night. Laura passed her examination because she studied very hard. Athugið sumar sagnir eins og stopp og plan bæta við sig öðrum samhljóða áður að taka ed. Stopped og planned. Margar sagnir eins og óreglulegar. Write, wrote, see, saw, go, went, shut. Í spurningum og neikvæðum setningum þá notum við did eða didn't og svo nafnhátt. Við segjum I enjoyed, she saw, they went. Ef við erum með spurningu þá segjum við did you enjoy, did she see, did they go. Og ef við erum með neitun þá segjum við I didn't enjoy, she didn't, they didn't og svo framvegis. Did you go out last night? Spurning. Yes, I went to the cinema, but I didn't enjoy the film. Þannig kemur neitun. When did Mr. Thomas die? Þetta spurning. Þá notum við did og sögnina die í nafnhætti, ekki í þátíð. Við segjum ekki when did Mr. Thomas died. They didn't invite her to the party, so she didn't go. Did you have time to write the letter? No, I didn't. Athugið í eftirfarandi setningum do einnig aðalsögnin. What did you do at the weekend? Ekki what did you at the weekend. Þarna verðum við að nota do sem aðalsögn líka. I didn't do anything. Við getum ekki sagt I didn't anything. Þátíðin af sögnin to be að vera was eða were. Við segjum I, she, he, it, was eða wasn't. Og we, you, they, were eða weren't í neitun. I was angry because they were late. Was the weather good when you were on holiday? They weren't able to come because they were so busy. Did you go out last night or were you too tired? Við myndum samsetta þátíð sem heitir past continuous á eftirfarandi hátt. Við notum hjálparsögnina to be í þátíð, was eða were og svo lýsingarhátt nútíðar af aðalsögninni. Við segjum I, he, she eða it was playing. We, you, they were playing, doing eða working. I was doing something. Ég var að gera eitthvað á ákveðnum tíma. Ég var byrjaður á þessu en ekki búinn þegar við erum að tala þetta. Þið sjáu þarna I started doing, það þátíð. I was doing, ég var að gera eitthvað á ákveðnum tíma. I finished doing, það þátíð. This time last year I was living in Brazil. Þetta að lýsa því hvað við vorum að gera á einhverjum ákveðnum tíma. What were you doing at 10 o'clock last night? I waved to Helen, but she wasn't looking. Berið saman hvernig við notum samsetta þátíð, past continuous, og einfalda þátíð, past simple. Samsett þátíð að gera eitthvað. I was walking home when I met Dave. Ég var að labba heim, þá hitti ég Dave. Kate was watching television when we arrived. Kate var að horfa á sjónvarpið þegar við komum. Einföld þátíð, ég búinn að gera eitthvað. I walked home after the party last night. Ég labbaði heim eftir partíið í gærkvöldi. Kate watched television a lot when she was ill last year. Við notum oft einfalda þátíð, sem sagt I did, og samsetta þátíð I was doing, saman til að segja frá einhverju sem gerðist þegar eitthvað annað var að gerast. Matt phoned while we were having dinner. Hvað gerðist? Matt hringdi. Hvað vorum við að gera? We were having dinner. Við vorum að borða. It was raining when I got up. Það hringdi þegar ég fór á fætur.
I saw you in the park yesterday. You were sitting on the grass and reading a book. I hurt my back while I was working in the garden. Athugið að við notum einfalda þátíð til þess að telja upp atburði sem gerðust hver á eftir öðrum. I was walking along the road when I saw Dave, so I stopped and we had a chat. Hvað var ég að gera? Ég var að labba meðfram veginum. Hvað gerðist? Ég sá Dave, ég stoppaði og ég spjallaði. Berið saman. When Karen arrived, we were having dinner. We had already started before she arrived. Við vorum að borða þegar hún kom. Við vorum semst byrjuð að borða áður en hún kom. When Karen arrived, we had dinner. Karen arrived and then we had dinner. Sem sagt, við vorum ekki byrjuð að borða þegar Karen kom, heldur borðuð við þegar hún kom.